Það komið sælir blikar nær og fjær og verið velkomin á rölti með mér. Á sunnudaginn erum við að fara í útileik. Ja, innileik, útileik. En við erum allan að fara í útileik, innileik, inn í höllina á móti HK. Þessari stórkostlegu höll sem að HK-menn eru búin að fá hér upp í efri hlíðum Kópavogs Kórakörunni. Útileikur, innileikur, skiptir ekki máli. HK, lið fólksins eins og doktorinn segir. Stórveldi eins og aðrir segja. En það er eitt víst að þetta er stórt félag. Með marga iðkendur, við sjáum hér yfir rosalega margir á æfingunni. En HK á ekki langa sögu að baki sem í fótboltanum. En það var þegar IK var gjaldþrota 1991, þá var það náttúrulega eitthvað að gera fyrir þessa krakka sem voru í IK og það var mikill fjöldi. Og þess vegna kemur HK og tekur við árið 1992 og þá byrjaðir í neðstu deild. Hér var IK stofnað á sínum tíma og 1992 þá tók HK við öllum iðkendum frá IK og í þessu litla húsi hérna þar sem KFM og K voru, þar var IK stofnað og ég var fulltrúi númer 46 á fundinum. Greta Norðfjörð. Þetta var spennandi tímar en það er annað mál. HK, við erum að tala um HK núna. Hvað ég segja, eitt frægasti HK-maður er náttúrulega upprunni úr IK og ég get nefnt tvo. Það er náttúrulega Gulli Gull, hann náttúrulega er einn af þeim frægari þarna í HK, en það er Helgi Kolvinsson. Kolviður faðir hans, hann var með blikksmiðjuna Funa. Hann er alinn upp hérna á Dyrjanesveginum, bara hérna rétt fyrir neðan. Nú Funi, það mun allir eftir Funa, sem var hérna niður í Kópavogsdal. Það var Barðinn fiskvinnsla var hliðina þar, lakrísgerðin. Nei, nú er ég komin í önnur mál. En Helgi Kolvinsson er sennilega eitt sá frægasti sem er alinn upp úr IK og yfir í HK. Fór snemma út í kannski atvinnumennskuna en sá til þess að HK fór upp nokkra deildir á fyrstu árum þess. Nú, HK hefur verið svolítið svona að rokka upp á milli deilda en undanfarin ár hafa þeir svona sýnt þennan stöðuleika og eru Pepsi Max lið í dag. Nú, þó að það hafi ekki gengið vel undanfarið, að þá eru þeir með alveg hörku mannskap. Og við skulum kíkja hérna á bara síðasta leik hjá þeim. Já, það er ekki hægt að fara í gegnum svona upphitun nema að minnast á þá leikmenn sem að hafa spilað með báðum félögum. Við ætlum ekki að fara langt aftur í tíman því að þeir eru þó nokkrir en svona þeir sem eru að spila í dag er Damir, hann spilaði með HK, það er Viktor Örn Margeirsson, hann spilaði með HK og núna spilar Arþór Ari með HK. Breiðablik og HK hafa spilað 28 mótsleiki. 28 mótsleiki. 16 leiki höfum við unnið. 6 sinnum höfum við gert jafntefli og 6 sinnum höfum við tapað fyrir þeim. Leikurinn á sundaginn er 29. leikurinn á milli þessara liða.
Í gegnum árin hafa verið mjög áhugaverðir leikir. Við skulum sjá brot úr því besta. Sumar og það var að vona mikil og góð stemning á Kópavogsvellinum á þriðjudagskvöld þar sem Ásgeir Erlendsson slóst í hóp stuðningsmanna Breiðabliks og HK. Hér í Kópavoginum fer leikur Breiðabliks og HK senn að hefjast, en þetta í fyrsta skipti sem að þessi tvö lið mætast í efstu deild og það von á hörkuleik. Við kíktum á áðan hvernig stuðningsmennirnir undirbjuggu sig. Stuðningsmenn beggja liða voru mættið tímalega í stúkuna og það var ekki laust við að það væri örlítill rígur á milli manna. Það rosalegur rígur á milli þessar tveggja liða. Nei, við erum bara betri. Þeir stela fánum að okkur, þeir eru svo óöryggi með sig. Þeir þurfa að beita svona bröðum til þess að geta unnið okkur einhvers staðar, þetta bara þannig, því miður. Ég held að sé alveg nóg að horfa í stúkuna, hverjir eiga stúkuna, verður nóg að horfa völlin eftir, hverjir eiga völlin líka, það klárlega Blikarnir. Strax á 3. mínútu og á Arnar Gretarsson laglega sendingin í teig, þar sem Kristján Óli Sigurðsson kemur aðvífandi og setur boltann laglega í netið og staðan orðin 1-0. Þannig var staðan í leikli og þeir 2233 áhorfendur sem lögðu leið sín á Kópavogsvöll skemmtu sér konunglega. Á 60. mínútu komust Blikar í 2-0 en þá sendir Arnar Gretarsson boltann inn í teig og þar Prins Rækómar réttum maður réttum stað og skallar boltann glæsilega í netið. HK-menn fengu dæmda vítaspyrnu þegar brotið var á Ólafur Jekker. Finnbogi Lorenz tekur vítaspyrnuna en Kasper Jakobsen ver glæsilega í marki Blika. Á 89. mínútu gulltryggði Olgeir Sigurgeirsson góðan sigur Blika með þrumuskoti og lokatölur í þessum nágrannaslag 3-0. Hvað fannst ykkur leikinn? Ég frekar sátt, komið þig? Ekkert rosalega sko, þetta var helvíti óverðskulda. Jæja, 3-0, það ekki frekar áberandi? Já, ef að dómarinn ekki verið græn unnanundir sko. En Jú, við höfum eitt leik eftir. Það verður bara þá 4-0. Já, þið sjáu það þarna. Það hefur verið mikið barist, bæði innanvallar og utanvallar í stúkunni. En það hefur ekki alltaf verið svoleiðis. Við skulum sjá það. Komin í beina. Jæja, gott fólk og velkomin í beina útsendingu á Blika TV. Við erum stödd hér í kórnum þar sem að fara að hefjast leikur HK og Breiðabliks í Bósmótinu. Þetta ekkert venjulegu leikur en það lið sem vinnur þennan leik, það fer í úrslitaleik og mætir KR síðar. Hérna hjá mér hann Bjarki Már. Bjarki, þú ert mikill HK-ingur. Já, bara rauður í gegn frá barnsbeini sko. Fæddur inn innan klúbb. Þú ert einn af fáum leikmennum sem hafa spilað í öllum deildum á Íslandi ef mig minnir rétt. Já, ég held ég sé mér leik í flestöldum deildum, bæði með HK og sem spilaði með Ími á tímabili þegar ég kom upp með Íslum. Þannig að já, ég náði nokkru leikur Pepsi-deildinni og fyrstu-deildinni og annarri, já, ég held að það sé alveg hárrétt hér. Svo ég haldi áfram, ég vann mína heimavinnu, 7 leikir undir 17 ára. Já, ég náði. Við vorum helviti sterkan árgang HK-ingar þar, við vorum nokkri HK-ingar þar og með sterkur leikmönnum eins og Rúrik Gísla og Theodor Elmar og fleiri. Varst þú betur en Rúrik? Ég var ekki verri allavega á þessum tíma. Þótt hafi ekki alveg farið sömu leið ferillinn henn. Ég hefði getað náð langt, ég alveg viss það, hefði ég ekki meðst. Og þú skoraðir 1 mark? Skoraði 1 mark með bylmingsskoti á svona 25 metrum, 6 metrum fyrir utan teig. Manstu á móti hverjum? Það voru á móti Litáin. Síðasti leikur milli þessara liða í Pepsi Max-deildinni var einmitt fyrir ári síðan, á því herrans ári COVID-19 eða árið 2020. Það var einmitt í kórnum. Við töpuðum 1-0 og við skulum sjá núna smá brot úr þeim leik. Atli Arnarsson markaðasti leikmaður HK á þessari leiktíð og í sögu efstu deildar hjá HK. Og þarna Antonar í tómu vandræðum. Birnir Snær og Birnir Snær komin á teginn og Birnir í dauðafæri og Birnir að koma HK-ingum yfir. Hrikaleg mistök hjá Antoni Ara í markinu
og Birnir Snær að refsa. HK-ingar eru fyrstir á blað hér í kórnum í kvöld. Já, 1-0 og montrétturinn þeirra og hann búinn að vera núna í heilt ár vegna þess að við spiluðum ekki seinni leikinn gegn þeim hér á Kópavogsvelli í fyrra. Já, þetta tekur mann úr jafnvægi með. Já, og svo líka þessi hérna. Þú veist, þegar þú kemur, það bara taka það, þú veist. Já, það svona Andri Jómann gegnum klófið, sko. Já, einmitt, alltaf að reyna að pota. Ég gerði það, sko. Það var eitthvað sem maður gerði bara þegar maður var bara, þú veist, á þessum tíma. Já. Ég var fyrirliði 89. Það voru rosalegi tímar, sko. Við vorum ekki, sko, sjúkraþjálfarar, við sem ekki eins og hvað það var, sko. Nei. Þetta var gamli skóli. Já, gamli skóli, vallagerðið. Já. Lönin. Já. Það er rosalega mikið gert fyrir ykkur núna. Við erum smá bómölda kynslóð. Það við taka í gangi með þau. Ok. Heyrðu, jæja, Höskuldur, hvað þetta við vorum bara að ræða svona gamla tíman, en já, komið sælir aftur, Blikar, nær og fjær. Ég með Höskuld, fyrirliði okkar hér við hliðina á mér og við ætlum aðeins að spjalla ekki gamla tíman, heldur ætlum aðeins að spjalla leikinn sem framöndan á móti HK í kórnum. Leikur á sunnudaginn. Þið alveg búin að jafna ykkur eftir þessar 120 mínútur sem voruð á miðvikudaginn? Já, það bara, það tók svolítið á skrokkinn að spila 120, það var kannski ekki beint það sem við höfum óskað eftir, en við þurfum bara að skilja við þennan leik og einbytta okkur að deildinni, en við allavega erum búin að hrista þetta okkur á sunnudaginn. Síðustu leiki við HK hafa alltaf verið eitthvað svona barningsleikir, áttu ekki von á því að það verði bara áfram svoleiðis? Jú, það er eitt víst við þennan leika, þetta verður fætingur, sko. Það er gott að undirbúa sig fyrir það. Nú hefur svona gengið þeirra ekki verið kannski eins og þeir áttu von sjálfur. Heldur að það breyti ykkur fyrir ykkur þessar leiki? Nei, ég held að þessar rimmur eru alltaf svona, hafa sjálfstætt líf. Þetta er alltaf, eins og sagði, tjóðsbarningur og þeir mæta alltaf yfir peppaðir og hafa hreinlega gert okkur lífið leitt síðustu 2 tímabil. Ég held að við séum með tvo tapleiki og 1 jafntefli á síðustu 2 tímabilum, síðan var náttúrulega ekki spilaður seinni leikurinn í fyrra. Þannig að við vitum alveg að þetta verður alveg leikur eins og alltaf á móti þeim. Maður veit bara svona að þessum frá 2019 þegar við mættum þeim í Pepsi-deildinni, þá eru þeir mjög skipulagðir, vinna vel saman, eru þéttir, loka og Brynjar bara góður í því að finna hvað hann á að loka svona helstu svona, hvað ég segja, já, helstu svæðin sem við getum sært á. Hann gerir það vel og þeir vinna vel fyrir hvern annan, þannig að við þurfum bara að vera heldur sjarp í þessu leik. Allir klárir þetta Það er náttúrulega, maður veit ekki alveg hvernig staðan verður með Jason. Hann var að fara að fá úr einhverjum rannsóknum í dag eða á morgun. Það verður náttúrulega bara farið mjög varlega, þú veist, ekkert uppflutt af stað þar, sko. Svo eru náttúrulega Tómas ennþá að ná sér og náttúrulega gott að Davíð Atla og fleiri eru byrjaðir að fá mínútur sem hafa verið tæpir. Andri er náttúrulega alltaf í standi, þannig að hópurinn er bara stór hópur og stærstur hluti verður klár. Hvað eigum svona að segja við stuðningsmenn okkar núna? Bara halda áfram að mæta og styðja okkur. Við erum ekkert smá bara þakkláttir og stoltir að hafa svona frábæra stuðningsmenn. Sérstaklega vil ég þakka Copacabana fyrir að koma með lætið og trommur og smá geðsræringu á leikina. Það er bara að halda því áfram, sko. Það munar klárlega. Gefur manni svona ekstra spirit og orku. Segir Höskuldur og svona, ég kom með sprautu, ert þú komið með sprautu? Ég kom með sprautu. Má ég faðma það? Já. Vel gert. Við þakkum Höskuldi fyrir og eins og við segjum, þið fáið miða í gegnum örugglega bara hérna. Ég læt ykkur vita hvað það verður síðar. En við bara kveðjum héðan frá Kópavogsvelli og við sjáumst á sunnudaginn klukkan 19:15 upp í kór. Takk fyrir okkur. Takk. Þetta var neglað. Það var neglað. Allan tíman, ekkert. Ég var það sæna